Lord, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. En við erum að tala að vera þáttakendur í Guðs ríki. Ég hef svo oft sagt að þegar við erum femd, það svona, að vísu gerum við það ekki í þessari kirkju, við dýfum fólki hérna onni og höldum því niðri þangað til það sér hvíta dúfu, eða það segja sumir allavega. En þegar við erum þegar margir eru femdir, ég man að þá svona finnst þeir vera búnir að gera það sem þarf að gera frammi fyrir drottni og sem sagt, já, nú ég orðinn kristinn, nú þarf ég ekki að fara í kirkju meir, nú þarf ég ekki að tala við Jesú meir af því að ég bara búin að þessu. En málið ég segi það alltaf, ef að hjónin sem voru að gifta sig segðu, já, heyrðu, nú þurfum við ekki að sjást neitt meir, við erum gift, þannig að við getum farið hver sína leið. Það ekki þannig. Kristindómurinn byrjar í raun og veru þegar við gefum Jesú líf okkar og það sem við erum að tala núna, erum við þáttakendur. Ég talaði einu sinni við stráku í vinnunni og hann sagði, heyrðu, presturinn sér þetta allt fyrir mig. Þú veit ekki að vera að tala þetta við mig, presturinn sér alveg mína trú fyrir mig. Nei, það ekki þannig. Við þurfum að taka afstöðu til okkar trúar sjálf. Og spurningin við sungum hérna fyrst, viltu vera með í Guðs ríki? Og vitið það, ef það eitthvað sem vantar inn í okkar land í dag, þá það svona ungt fólk sem radikal, öfgakristið og þorir að standa upp fyrir það sem það trúir. Við höfum nóg að hinu fólki sem þorir að standa upp fyrir það sem rangt, standa upp fyrir það sem ljótt. Þannig að við þurfum fólk í dag sem vill vera þáttakendur í að standa upp fyrir það sem rétt, gott, satt. Það ekki? Í Ameríku segja þeir, can you say amen somebody? Það ekki íslenskt. En það bara gleður mér svo mikið að sjá ykkur krakkar að þið eruð að standa upp fyrir Guðs ríkið. Og það hérna ritning í Efesusbréfinu sem ég hef haft sem yfirskrift yfir þessa lestra mína, sambandi við að vera þáttakandi, og það svona þegar líkaminn allur samanfelldur og sér hver taug inn í sína þjónustu hendi, þá vex líkaminn og byggist upp í kærleika. Og takið eftir að ef hver taug inn í sína þjónustu hendi, og við erum að tala líkama, þetta þarf alltaf virka. Líkaminn til þess að þú getur farið út að ganga. Kona mín þarf að fara í uppskurð út af bara einni taug núna, bráðum. Það ein taug að böggana. Hún var skorin upp, það var ökklinn, var spengdur, en eftir það þá ein taug, bara ein taug sem veldur henni þvílíku angri stundum vaknar hún við það. Getur ekki, það sárt að ganga, bara ein taug. Þannig að það skiptir máli að allar taugar í líkamanum virki. Og við vitum það að kirkjan kölluð líkami, það ekki? Kirkjan líka kölluð hús og kirkjan kölluð brúður. Það ýmis nöfn á kirkjunni í Biblíunni. En við erum að tala að sér hver taug inn í sína þjónustu hendi, þá vex kirkjan. Vandinn við okkar kirkja á Íslandi í dag að hún bara þjóðkirkja með einn prest á launum og svo allir hinir áhorfendur. Við viljum ekki þannig kirkju, við viljum hafa kirkju, hvort sem það þjóðkirkja eða Hvítasunnu-kirkja, þar sem allir eru virkir og allir eru þáttakendur.
Hugsið ykkur bara 11 manna fótboltalið og það einn að spila og hinn bara að setjast niður og leggja sig. Það bara virkar ekki. Ég vegstjóri upp í vinnu og ég man að fyrir mörgum árum þá sagði einn kall við mig, hann var svona svolítið góður í skapinu stundum. Hvað á ég að gera? Ef þú hefur ekkert að gera fyrir mig, þá er ég bara farin. Og ég hugsaði hérna áðan, þetta kom í huga minn, ég hugsaði, mikið vildi ég að væri margir í kirkjunni sem segðu þetta. Ef það er ekkert að gera hérna, þá er ég bara farin. Endilega komið, þið getið fengið fullt að gera. Við erum að taka skorsteininn af á eftir samkomu og nei, við erum að fara í framkvæmdir hérna, en það öðruvísi framkvæmdir. En það nóg að gera í Guðs ríkinu. Við erum að byrja alfanámskeið í september, hann Óðinn glemdi að segja frá því. Hann glemdi líka að segja frá því að vegna framkvæmda í kirkjunni að þá verður ekki samkoma hérna á þriðjudaginn næsta. Við verðum að fresta því, það á að vera brauðsbrotning, við frestum því frá annan þriðjudag. Vegna þess að það verður alltaf á hvolfi hérna næstu viku. En við erum að tala um að vera þáttakendur í Guðs ríki. Og þetta byrjar með því að við í raun og veru fæðumst inn í Guðs ríki. Ég man þegar ég fæddist, reyndar fæddist ég 2 svar. Fyrst þegar ég var lítill drengur, svo fæddist ég aftur þegar ég var 27 ára og þá umbylti það mínu lífi. Og það var svona innri endurfæðing og þá var skipt forrit í hjartan á mér. Og ég var á togara og það voru sumir sem segðu þetta gengur nú ekki lengi hjá honum. Og ég meina hann að fara út á sjó og það slæmi félagskapurinn og allt þetta. Vitið hvað ég gerði þegar ég fór út á sjó? Ég fór með Nýja testamentið með og það var svo spennandi að lesa það. Ég fór með það niður í vélarúm og ég var með það í kojunni og mér fannst svo gaman að lesa Nýja testamentið. Áður hafði ég bara lesið blöð sem voru ekki til, þau eru ekki til núna krakkar. Þau hétu Eros, Reyfarinn og svona Spegillinn og það var svona ekki góð blöð þá. Það eru til miklu verri blöð í dag en allt í einu þá langaði mig ekki lengur að lesa þessi blöð, nú langaði mig að lesa Biblíuna, hún var orðin spennandi. Af hverju? Það var búið að skipta forrit, það tengdi við annað ríki. Og það sem við erum að tala um Guðs ríki. Og þegar þú kemur inn í Guðs ríki, þá færðu annað forrit, þú færð annað hjarta, þú verður nýr maður. Það snýst kristin trú. Það snýst ekki bara að fara í kirkju þegar maður femdur og dauður og giftur. Það snýst það að við lifum og erum þegnar Guðs ríkisins. Hvernig verðum við þegnar? Jú, við tökum á móti Jesú Kristi sem frelsar okkar og þá gerist eitthvað innra með okkur, hann breytir líf okkar, það verður allt í einu gaman að lifa. Nú þarf maður ekki lengur svona vökva til að komast í ástand, maður getur bara beðið í öðrum tungum. Sumum finnst það ægilega asnalegt, en þegar á hvítasundag, þegar andinn kom yfir lærisveinana, þá fóru þeir allir að tala á alls konar tungumálum. En skulum aðeins halda áfram líkami, kirkja, ríki, hvað erum við að tala um? Við erum að tala um að Jesús sagði að hliðheljar, þau muni ekki standast fyrir minni kirkju. Ég verð að horfa á mann sem fer út á göturnar og biður fyrir sjúkum. Og það merkilega að hann fór inn á stóra krá í Englandi daginn og hann var með þetta á YouTube og hann lét mann setjast og Guð læknaði þennan mann fyrir framan alla. Þessi maður hann þorir og málið það að hliðheljar, sjúkdómar bara standast ekki þegar menn þora að framganga í Guðs ríkinu. Nú, í Kólossubréfinu þá talað að þetta ríki hans elskaða sonar. Og ég hef svo oft sagt að þú getur lifað í 2 heimum hérna í þessum heimi. Þú getur lifað í þessum heimi sem fullur af neikvæðni eða þú getur lifað í Guðs ríkinu þar sem andi Guðs þar sem Guð englarnir eru og þú færð uppörvun. Og það Guðs ríkið. Kólossubréfið segir að hann hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins og flutt okkur inn í ríki síns elskaða sonar. Hann Guð og vitið það, mér svo stórkostlegt þegar ég sé þetta gerast.
ég sá unga stúlku daginn að hún Díana þekkir hana, að hún kemur, hún var búin að vera þung og erfið og hún fer með okkur til Færeyja og það breytist allt á einu augnabliki, hún fær von aftur, hún sagði mig, mér langaði svo bara, ég heyrði raddir sem sögðu, þú átt bara að enda líf þitt, taktu bara líf þitt, það er öllum sama. Og hvað er þetta? Þetta er vald myrkursins sem að segja ungu fólki að taka líf sitt, það er ekki Guð. En þegar að hún bauð Jesú aftur inn í hjarta sitt og líf sitt, þá kom gleðin aftur og þá kom löngunin til að lifa, þá kom vonin. Og það er einmitt þetta sem við erum að fást við, að hann hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins, flutt okkur inn í ríki síns elskaða sonar. Og það er svo mikið af þessu unga fólki sem hefur ekki von í dag, og það er þess vegna sem allir í raun og veru þurfa að vera með í því að breiða út Guðs ríkið. Ég var að lesa í Salmi 105:20 hann Jósef þegar hann var sendur í fangelsi, og þá var sagt að hann var, ég ætla að lesa það hérna, hann var sagt að hann var leystur og konungur leysti hann, en það var ástæða fyrir því að konungur leysti hann. Það segir hérna í Salmi 105, konungur sendi boð og lét hann lausan. Jósef var seldur í fangelsi, hann var í fangelsi minnum í 17 ár. Og samt gerði hann alltaf það sem rétt var. En svo segir, konungur sendi boð og lét hann lausan, drottnari þjóðana leysti fjötur hans. Þá sjáum við það að það var drottnari þjóðana, eða það var í raun og veru ríki ríkjana sem gaf fyrirskipun að Jósef yrði leystur, þannig að konungur Egyptalands, hann varð að beygja sig undir það að Guð almáttugur vildi leysa Jósef. Og það er þetta ríki sem við erum að tala að þetta er ekki bara eitthvað ríki, þetta er ekki bara spurning sem við segja, já, ég kannski trúi og ég hef mína trú fyrir mig og ég er alveg jafn kristinn og þú, og spurningin er, veistu hvað kristin trú snýst? Jesús sagði, enginn getur séð Guðs ríki nema hann endurfæðist. Hefur þú komið inn í Guðs ríki, hefur þú séð? Þegar ég var hérna á togaranum, þá byrjaði ég að skyggnast inn í Guðs ríki. Það var eitthvað nýtt, það var spennandi og ég fann að Guð var með mér. Og það er einmitt þetta sem við erum að tala að viljum vera þáttakendur, viljum vera með, eða viljum við bara vera fúll á móti og lifa fyrir okkur sjálf. Það er spurningin. Viljum við vera með í því að ungt fólk fái að losna frá þessu valdi myrkursins, draga það inn í Guðs ríki, þar sem það hefur von, gleði og líf, eða eigum við bara að láta það eiga sig. Ég vil vera með og ég trúi því að við viljum öll vera með í því. En fyrsta skrefið er að við komum sjálfin í ríkið og byrjum að lifa í því. Vegna þess að það er erfitt að kasta björgunarhrings til einhvers ef við erum sjálfa drukkna í sjónum. Við þurfum að koma upp í bátinn fyrst sjálf. Svo er það með þetta Guðs ríki. Við höfum alþingi á Íslandi. Guðs ríkið hefur fimmfalda þjónustu. Og þessi fimmfalda þjónusta, að það er svona stjórnfyrirkomulag Guðs ríkisins. Og það er þannig að það er talað postula, það er talað spámenn, það er talað hirða, það er talað kennara og það er talað trúboða. Og ég man að pabbi minn, hann var alveg rosalegu trúboði. Hann var alltaf að segja frá Jesú allstaða þar sem hann fór. En við þekkjum það að Páll, hann var kallaður postuli, svo voru postularnir með Jesú og í dag eru postular líka til, sem menn sem fara og reisa upp Guðs verk, þar sem ekkert er að gerast. En mér langar aðeins að bara renna yfir þessa stjórnskipun í Guðs ríkinu, vegna þess að mér finnst það gaman að hugsa að alþingi hefur nefndir og hafið þið séð í sjónvarpinu, komið inn á nefndarfund, ég fór inn á svona nefndarfund daginn og þá var verið að tala guðlastlögin, þau kölluðu á okkur nokkra sem að andmæltum og þá fór maður eins og
manni leið eins og maður væri komin fyrir herrétt en kirkjuskipulagið svolítið öðruvísi að hérna í Korinthubréfinu talað að þér eru líkami Krists og þetta 12:27. Þér eru líkami Krists, limir hans hver sig. Guð hefur sett nokkra í kirkjunni, fyrst postula, í öðru lagi spámenn, í þriðja lagi fræðara. Sum hefur hann veitt gáfu að gera kraftaverk, lækna, vinna líknarstörf eða hjálparstörf, stjórna og tala tungum. Og það finnst fólki alveg hræðilega skrítið að tala tungum. En hérna hún að tala tungum. Hún að tala annað tungumál heldur en ég tala. Hér fólk sem talar annað tungumál heldur en við öll tölum. Þarna fólk sem talar annað tungumál. En það svo skrítið að Andi Guðs, hann gaf lærisveinunum sem sagt náð til að tala tungumál sem þeir skildu ekki, en aðrir skildu. Og hugsið ykkur nú ef þið staðið frammi fyrir aftökusveit hjá ISIS og þeir bæði ykkur að kvóta eitthvað í Kóraninum og þið vissuð ekkert hvað þið ættu að segja og allt í einu kæmi Andi Guðs og þið byrjuðu að tala í tungum og byrjuðu að þylja upp úr Kóraninum fyrir þá. Ég veit ekki hvort Guð myndi gera það. En ég segi svona að Guð hefur gert alls konar hluti og getur gert sem maðurinn getur ekki gert. Nú postuli, mér langar bara hafa smá, það eru miklar kökur hérna uppi og eftir, en mér langar að hafa smá kennslustund og þeir eru öll boðin. Postuli, veit einhver hvað postuli er? Við höfum sendiherra, postuli, hann sendiherra, hann ambassador, spámaður, hann sendiboði eða talsmaður hins hæsta. Hann stendur alveg eins og sendiherra stendur fyrir ríkisstjórn, að þá stendur postuli fyrir Guðs ríki þar sem hann Spámaður, hann náttúrulega einhver sem spáir, en í Gamla testamentinu þá var eitt spámaður sem hét Elí og hann kallaði eld frá himni. Og spámaður, hann yfirleitt sá sem að hann kemur með skýrar og hreinar línur. Hann tekur þetta gráa í burtu. Hann þurrkar móðuna af rúðunni fyrir þig. Þannig að þú sér skýrt. Það spámaður. Nú, spámenn eru yfirleitt ekki vel liðnir. Ég myndi segja hann Snorri Óskarsson, hann svona spámaður og hann misti reyndar starfi sitt fyrir að vera spámaður. Og þannig að spámenn þegar þeir tala orð Guðs, að þeir eru ekkert alltaf vel liðnir af þjóðfélaginu. Kennari, hann segir okkur hvernig hlutirnir virka og það léttara, af því ég vinn svona við bílaviðgerðir og rafmagn og svona, að þá veit ég það að það alltaf léttara fyrir mig að gera við ef ég skil hvernig hlutirnir virka. Ég hef séð menn klippa bara eitthvað í sundur bara út í loftið og vita ekkert hvað þeir eru að gera, en sjáðu til, ef þeir vita hvað þeir eru að gera, að það hjálpar. Þess vegna höfum við kennara, þess vegna förum við í skóla. Við lærum ákveðin grundvallaratriði. Þannig að við höfum kennara í kirkjunni. Og ég hélt bara að þetta væri presturinn og það verið að auglýsa starfi hérna. Nei, við höfum postula, við höfum spámenn, við höfum kennara, við höfum hirða, við höfum trúboða. Það Guðs kirkja. Guðs kirkja ekki stofnun, Guðs kirkja líkami af fólki sem þráir að breiða út hans ríki. Þetta var öfgasetning. Nei, Guðs kirkja líkami. Guðs kirkja ekki stofnun, ég ætla að segja það aftur, hún líkami af fólki sem brennur af þrá að þjóna Jesú Kristi. Nú, kraftaverk, það eitthvað sem sannar að Guðs ríkið sé til. Það var talað að Guð hefur gefið okkur þá gjöf að sumir eru postular, sumir fræðarar, sumir sem sagt gjöra kraftaverk. Og munið eftir einhverju kraftaverki úr Biblíunni. Það var maður við fögrudyr, hann stóð upp. Einu sinni var Pétur í fangelsi og hérna, það kom engill, hliðið opnaðist af sjálfu sér.
En þessi maður sem var að horfa á daginn, hann sagðist ekki þurfa að vitna í Pál eða Pétur, hann sagðist bara gera þetta sjálfur. Hann sagði við þurftum ekki að fara í Biblíuna til þess að sjá kraftaverk. Guð er að gera kraftaverk í dag. Og við höfum séð það í þessari kirkju, við höfum séð Guð lækna í þessari kirkju. Þetta er manni sem satt hérna fram í sal og hann var með stífan fót. Hann var að horfa á mann biðja fyrir öðru fólki hérna uppi og hann hafði fóturinn á honum hafði orðið stífur í sjóslysi og hann búinn að vera svona í man ekki hvað mörg ár og allt í einu finnur hann eitthvað gerist í fætinum á honum og hann fer úr skónum, fer úr sokknum og hann sér að fóturinn er orðinn eðlilegur og hann kom hérna fram og sýndi okkur. Þannig við höfum séð kraftaverk. Við höfum séð Guð gera kraftaverk. Svo eru það þeir sem að vinna hjálparstörf, það er hluti af líkamanum, það eru þeir sem já, þú getur verið í hjálparstað, það þarf ekki endilega að tilheyra kirkju, það er bara eitthvað sem að þú vilt gera, þú vilt hjálpa fólki. Og þannig að ef þú, móðir Teresa er held ég einhver besta mynd upp á hjálparstörf í heiminum. Hún var allstaðar, hjartana var allstaðar þar sem fólk var í neyð. Og það er einnig hjarta Jesú Krist og hjarta kirkjunar ætti einnig að vera þar sem fólk er í neyð. Nú það eru þeir sem stjórna og ég las hérna lifandi Biblíuna, þeir sem stjórna, þeir hjálpa öðrum að vinna saman. Og það svolítið talaði til mín, þeir sem stjórna hjálpa öðrum að vinna saman. Stundum virkar þetta öfugt. Þeir sem stjórna, þeir annarkvorti reka alla út eða sundra hjörðinni, en þeir eiga að hjálpa öðrum að vinna saman. Það eru þeir sem stjórna. En svo kemur þetta varnaðarorð að lokum í þessum kafla, en án kærleika eru þessar gjafir ekkert. Þannig það skiptir ekki máli þó að menn geti reist upp dauða, lækna sjúka, ef þeir hafa ekki kærleika í hjarta sínu þá segir Guð að það sé einskis virði. Svo fyrsta kallið til okkar er alltaf kallið að koma til Jesú, koma til Krists, eða koma tilbaka til hans ef við höfum dofnað. Að koma til Jesú og leyfa honum að ráða yfir lífið þínu. Og það var það sem ég gerði þegar ég var 27 ára. Ég gaf Jesú Kristi líf mitt. Ég beygði kné mín og sagði Jesús, vilt þú taka við stjórninni, fyrirgeðu mig mínar syndir, hjálpaði mér að lifa með þér og ganga með þér þar sem eftir er lífs míns. Og ég fann strax hlutverk. Ég fór að biðja til Guðs, ég fór að lesa í Biblíunni og ég man að ég fór að labba í hús á Siglufirði og með blað og svona kristilegt blað og ég fór út á torg að syngja með fólkinu, ég ætlaði nú aldrei að þora því en ég lét mig hafa það þannig að það er svona Guðs ríkið, það er allstað skerandi þar sem það er. Við þurfum í raun og veru kraft til að kannast við Jesú. Það tekur á að kannast við að við erum kristin. Af hverju? Af því að við lifum í tveimur ríkjum. Það er þessi andi heimsins, þessi rétttrúnaða pólitík, hvað ég segja, djöfulsins, sem að öllu tröllríður allstaðar, að þú átt bara að hafa þessa hugsun og að þú hugsar öðruvísi að þá ertu bara vitlaus. Þannig það tekur á að segja, já, ég trú á Jesú Krist, ég vil fylgja Jesú Kristi. En það er í raun og veru, þegar við finnum okkar hlutverk, segir Biblían, þá fáum við von, þá fáum við gleði og þá fyllumst við að eldmóði. Og það er svo mikilvægt að við finnum okkar hlutverk, hvort sem það er í lífinu eða í Guðs ríkinu. Og hvernig á ég að finna hlutverk mitt í Guðs ríkinu? Það byrjar á að þú eyðir tíma með Guði. Byrjar að tala við Guð. Byrjar að tala við Guð. Og það er ekki endilega á Skype eða Facebook. Þú talar bara við hann beint á hinni himnesku Facebook. Ég segi alltaf að það er Drottinn blessi þig, Drottinn varveiti þig, Drottinn láti sína Facebook lýsa yfir þig, Drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig. Það er hans ásjóna. Það er orginal Facebookin. Þannig að við höfum öll hlutverk, elsku systkini, og fyrsta hlutverkið er að koma fram fyrir augliti Guðs og spyrja Guð, hvað viltu að ég geri með líf mitt? Hvað viltu að ég geri við það sem ég á eftir af mínu lífi? Og er ég
Er ég staðsettur í Guðs ríkinu? Eða er ég fyrir utan? Eða hef ég fjarlægst Guðs ríkið? Eða er ég í Guðs ríkinu? Er ég að sinna mínu hlutverki? Okkar versti óvinur í dag er hvað? Já. Eitt annað, áhyggjan fyrir lífinu. Áhyggjan fyrir lífinu. Það er allir svo uppteknir að því að lifa, að þeir lifa eins og þeir ætli aldrei að deyja. En eitt sinn þurfa allir menn að deyja og eftir það er dómurinn, segir Biblían. Og ef það er líf eftir þetta líf, sem er alla eilífð, af hverju hugsum við aldrei það? Hugsum bara þessi 70 ár. Lífið eftir þetta líf, það má segja að lífið sem við lifum núna er undirbúningur undir eilífðina. En ég man eftir manni sem hann hét Willi Hansen. Hann dó þegar hann var 27 ára. Hann var mikill predikari, hann byrjaði að predika þegar hann var 15 ára. Hann gerði mörg lög og eitt af lögunum hans var No Time for Jesus. Too busy today. Það var svona No time for Jesus, no time on life's way, no time for Jesus, too busy today. Svo voru vers við þetta en það er málið í dag, það er allir svo uppteknir og þeir segist ekki hafa tíma fyrir Guð. En það er svo skrítið, fólk hefur tíma til að verða veikt, fólk hefur tíma til að fara til læknis. Þegar svona gerist eitthvað í líf okkar, að þá verðum við að taka tíma. Og ég segi alltaf að það er betra að taka tíman meðan við erum heil, að gefa þá Guð í líf okkar og koma til hans bara þá. Þannig að þú er skapaður til að vera taug á líkamanum, þú er hlutverk að breiða út Guðs ríki og spurningin er, viljum við vera með? Eða viljum við ganga okkar eigin veg? Og ég trúi því að Guð, hann bara er að kalla fólk í dag til þess að koma inn í Guðs ríki og til þess að nálgast hana. Því að Guð er faðir, hann elskar börnin sín og hann þráir að börnin eigi dýpra og meira samfélag við hann. Amen. Drottinn minn, ég bara þakka þér fyrir það að við mögum trúa að þú ert lifandi Guð og þú ert hérna á meðal okkar.